Þá tökum við fyrir annan hluta af sögu atómsins. Við lukum fyrsta hluta þar sem við ræddum það að hugmynd Aristótelesar að heimurinn væri gerður úr 4 frumefnum, hún lifði í með rúmlega 2000 ár eða þar til að John Dalton kom fram með endurvakti atómkenninguna sem Demokrítos hafði til dæmis verið í forsvari fyrir í fornöld. Kenningin hafði gleymst í millitíðinni. John Dalton könnust við aðeins við úr fyrra efni. Þetta var undrabarn, skólastjóri, 12 ára gamall, maðurinn sem rannsakaði fyrstur litblindu. Litblinda var kennd við hann, daltonismi, fyrstu árin. Það sem hann hafði áttað sig á var raun og veru framlenging á lögmáli Lavoisier hjónanna, Antoine Lavoisiers lögmáli varðveislu massans. Það er ekki hægt að vera að eyða efni eða búa það til. Það sem að Dalton ályktaði var að það sem efni væri í kjarna sínum væru atóm, litlar eindir sem röðuðust saman. Þetta væri svona eins og litlar kúlur bara, pínu litlar kúlur, óbrjótanlega kúlur sem hægt var að hengja hverju aðra og losa í sundur og þannig ættu efna hver sér stað. Vatn væri til dæmis væri vetni og súrefni og þegar hann vigtaði þetta, þegar hann greindi vatn í sundur í vetni og súrefni, að þegar það er gert, að þá sér maður að það er svona það bil 8 sinnum þyngra súrefnið. Af þessu dró hann þá ályktun að súrefni væri 7 til 8 sinnum þyngra heldur en vetnið. Það var erfitt fyrir hann að mæla þetta nákvæmni. Og raðaði svo upp svona töflu við frumefni þar sem hann reyndi að skrá niður þyngd efnanna innbyrðis. Hann taldi til dæmis að gull væri 190 sinnum þyngra heldur en vetni, súrefnið væri 7 sinnum þyngra. Upp að vissu marki er þetta rétt hjá honum. Það sem hann vissi ekki var að súrefniseind er meira en 8 sinnum, hún er 16 sinnum þyngri heldur en vetni, því að vatn er búið til úr 2 vetniseindum og 1 súrefniseind. Þannig að þegar hann klauf þetta, það voru helmingi fleiri vetniseindir í afurðinni. En þetta er svo sem er ekkert aðalatriði. Það sem að hjálpaði okkur við að átta okkur betur á þessu voru síðan uppgötvanir Avogadros. En það er í raun og veru aðalatriði. Hér er að hann hefur búin að endurvekja þessa hugmynd að efni séu búin til úr frumefnum, þau festist saman í ákveðnum hlutföllum og myndi þannig efnasambönd eða samsett efni. Og minnsti hluti frumefnis er 1 atóm og ekkert er til minna en það. Þessi hugmynd 1 atómið sem smæstu eind allra hluta, hún átti eftir að vakna ákveðna efasemdir hana þegar Henri Becquerel gerði uppgötvun. Nú erum við stödd svona rétt fyrir 1875. Hér er mynd af Vigri í Ísafjarðardjúpi, stóra myndin, og þetta er Reykjavík 75 árum fyrr. Og við tökum eftir að hér erum við með ljósmynd, til að ljósmyndatæknin komin. Það sem að gerist var að Henri Becquerel, sem er hérna á myndinni sitjandi við skrifborðið ásamt 2 af aðstoðarmönnum sínum sem við ræðum betur eftir augnablik, hann tók eftir því að ákveðin efni sem hann geymdi í skúffunni á skrifborðinu sínu náðu með einhverjum hætti að komast í gegnum hlífðarpappír sem hann hafði utan filmur. Þannig að það komi myndir á filmurnar og þannig er ljósmynd af einni slíkri mynd. Það komi myndir á filmur að þess að ljós kæmi staði. Hann fékk hjónin Marie Curie og Pierre Curie, hún var pólsk, til að rannsaka þetta og þau uppgötvuðu að þetta var það sem við köllum geislavirkni. Geislavirkni virðist og virtist þá einhvern veginn vera eitthvað sem kom út úr atómun, þannig að atómin var að gefa frá sér einhverja geisla eða eitthvað efni. Við vitum í dag að það er til 3 konar geislavirkni, alfa, beta og gamma. Alfa geislavirkni er það sem átti sér stað í skúffunni hjá Becquerel. Gamma geislar eru miklu öflugri geislar og beta er þar á milli. Og hver tegund af geisla er mismunandi hlutir. En þarna var allavega konar vísbendingar það strax að það væri eitthvað inn í atómunum sem gæti geislað út. En í fyrsta skipti sem menn áttuðu sig á því að atóm var ekki minnsti hlutur og gátu svona sýnt á fram á það með rannsóknum,
var í rannsókn sem J.J. Thomson gerði þegar hann leiddi rafmagn í gegnum vír. Hann hitaði vír, ofboðslega heitan, rauðglóandi vírinn, og svo sett hann rafhleðslu nálægt vírnum. Rafhleðsla það virkar svona eins og segull, hún getur tvær rafhleðslur dragast hvora annarri, og það sem gerðist var að það fóru agnir að streyma af vírnum og dragast að rafhleðslunni. Og þessar agnir gat hann mælt að höfðu miklu minni massa en atóm. Þessar eindir voru kallaðar rafeindir, og rafeindir eru miklu minni en atóm. Og þarna höfðu menn sérst átt að segja á því að atóm höfðu rafeindir, einhverjar litlar eindir sem höfðu rafhleðslu, drógust að rafhleðslu, og ef maður hitaði vír óbúslega mikið þá gat það losnað, gat það sloppið og farið að rafhleðslunni. Það var hægt að sjá þetta með því að ef þú lést þær skella á einhverju húð með fosfór, að þá blikkaði fosfórin, og ljós á fosfórin þar sem að rafeindirnar lentu á, og þetta átti raun eftir að verða að sjónvarpstækninni. En það sem að Thomson ályktaði var að atóm væru ekki ódeilanlegir hlutir, heldur væru atómin svona eins og kúlur, ekkert ósvipað því sem að Dalton hafði ímyndað sér, en innan í því væru rafeindir sem gætu sloppið við ákveðnar aðstæður. Og af því að rafeindirnar hafa hleðslu, dragast að annarri hleðslu, en atóm ekki hlaðin almennt, þá hlaut að vera hinsegin hleðsla, plúshleðsla á móti inn í atóminu. Og hann sá atómi fyrir sig sem svona plómubúðing. Það er svona kúla með plúshleðslu í deiginu, og svo eru rafeindirnar eins og plómubitar í búðingnum. Þessi hugmynd átti þær að breytast. Hér eru sem sagt fyrstu 4 hugmyndir atóm. Demokrítos með þessa hugmynd atóm eins og kubba sem ekki hægt að brota niður en hægt að kubba úr. Dalton með þetta sem kúlur sem hægt að hengja saman, og svo með Becquerel og Marie Curie þá kemur upp hugmynd, það eitthvað inn í atóminu sem getur í einhverjum tilfellum sloppið út, og það fyrsta sem að menn fundu sem að virkilega gat sloppið úr atómum voru rafeindir sem að hægt var að lokka úr atómunum með því að láta atómin vera nálægt rafhleðslu og hita þau. 3 menn áttu stærstan þátt í því að átta sig á því að atómi voru ennþá skrýtnar en þetta, þau voru alls ekkert eins og neitt plómubúðingur, og þá voru Geiger, Rutherford og Marsden. Þeir notuðu það sem að Becquerel hafði uppgötvað, þeir breyttu svona geislavirkum atómum í byssu. Í blýkassa settu þeir úraníumkristalla sem skutu einhverjum geislavirkum eindum þeir boruðu gat á blýkassan, þannig að þeir fengu svona geislabyssu, þannig að út gatið geislaði þráðbeinum geisla, og svo settu þeir svona mælitæki allt umhverfis, og þeir gátu með því að láta þessir eindir lenda á ljósnæmu efni, þá gátu þeir sér blossa þar sem að geislavirknin lendi á húðinni. Síðan strengdu þeir gullfilmu þvert fyrir leið geislans, og það sem þeir bjuggust að myndi gerast var að þessar geislavirku eindir sem komust í gegnum ljósmyndapappírinn og á filmuna og virtust komast í gegnum hluti sem venjulegt ljós kemist ekki í gegn, að þessar geislavirku eindir myndu fljúga í gegnum gullfilmuna og hún myndi gefa nein áhrif á. Það sem þeir tóku eins og þær eftir var að af og til var eins og að geislinn lenti í einhvers konar árekstri við gullfilmuna og geislinn beygði örlítið af leið. Það sem vakti ennþá meiri furðu var samt að stundum þá var áreksturinn mjög öflugur og geislinn hreinlega komst ekki eins og í gegnum gullfilmuna heldur skoppaði tilbaka. Þetta myndi aldrei geta gerst ef atómið væri eins og plómubúðingur. Menn vissu nokkurn veginn massa rafeinda og það var útilokað fyrir rafeindir að stoppa svona geisla, svona alfa-geisla. Og í raun og veru eftir að hafa reiknað þetta alveg í kjölinn, þá komast menn að því að til að þetta væri bara stærðfræðilega mögulegt, þá þyrfti svo til allur massi atómsins að vera saman í pínu litlum punkti.
Þetta útilokaði plómubúðinginn því plómubúðingurinn gerði ráð fyrir að atómið var jafnt og þétt með þessum litlu rafeindum út um allt og menn ályktuðu að atóm hafa kjarna og kjarnin er ekki nema brot af atóminu. Atómið er miklu stærra en kjarnin. Svo miklu stærra að sko miðað við atóm, þó atóm sé ofboðslega lítið, þá er kjarnin ennþá minni, svo lítill að hann er svona álíka lítill miðað við atómið eins og baun miðað við fótboltavöll. En hvar eru þá rafeindirnar? Rafeindirnar sem hægt var að lokka í burtu. Menn gerðu ráð fyrir því að þær einhvern veginn svona fylltu í restina af plássinu, að þær sveimuðu kringum atóm eins og plánetur utan sól og sólkerfislíkanið af atóminu orðið til út frá rannsóknum Rutherfords, Marstens og Geigers. Og menn drógu þá ályktun að hleðslan, að vegna þess að við vitum í staðinn fyrir að hleðslan dreifðist svona með eitthvað deig, að þá væri það þannig að hleðslan plús hleðslan, andstæða hleðslan við rafeindirnar, byggi í kjarnanum. Þannig að við erum hér sögu af 5 hugmyndum um atómið. Fyrst óljós hugmynd um atóm sem óbrjótanlegar litlar einingar, svo atóm sem kúlur sem hengjast saman og losna í sundur, svo eitthvað innan í atóminu sem sleppur út, svo atóm sem plómubúðing með rafeindum á sveimi og loks atóm sem að mestu leyti kjarni, þungur kjarni í miðjunni og rafeindir sem sveima utan um hann.